Þátturinn unnin í samstarfi við Íþróttabandalag Akureyrar, Akureyrarbæ. 3 börn, heimilisköttur, 18 hjól í bílskúrnum og ríflegur skammtur af orku. Elín Auður og Tómas í Lögbergsgötu eru svo sannarlega rík á ýmsan hátt. Í þessum þætti ætlum við að heimsækja þau og kynnast þeim betur. Fjölskyldan hefur feikin nóg hugmyndaflug þegar kemur að útvist og hreyfingu. Í þeirra augum bærinn einn stór leikvöllur. Það stutt í, já, ég held í allt sem hann langar til þess að og rosalega margt í boði, já. Ekki stærra sveitarfélagi, sko. Það er allar íþróttagreinarnar. Já, maður enga stund, mann langar að fara á skíði, maður 10 mínútur upp í fjall. Mann langar að fara að hjóla, það það sama. Ef maður nennir ekki að hjóla, þá keyrir maður í Kjarnaskóg. En maður svona bara hvað, 10 mínútur að hjóla þangað. Skemmtilegar hjólabrautir og skíðasvæði náttúrulega bara frábært. Gönguskíðabrautinu Efra og svo inn í Kjarna og þeir eru farin að tróða hérna inn að Hrafnagili. Já. Þannig að þetta stækkar bara stækkar. Og svo náttúrulega, já, pollurinn líka, maður búinn að pröfa að fara á svona paddleboard. Já, svona róðrabretti. Já. Þannig að þetta bara þvílíka svona útvista paradísin hérna. Þannig að bakgarðurinn, við köllum eins og bara Kjarnaskóg, maður ætlar aðeins að skreppa í bakgarðinn að leika sér, sko. Bara snýst að hafa gaman. Leikur, hafa gaman. Það alltaf smá keppni. Maður vill alltaf gera betur en maður gerir kannski síðast, eins og í hjólunum og svoleiðis sem kannski svona okkar helsta áhugamál. Þannig að ég held að Tómas geti ekki sagt að hann sé alsaklaus í því þegar það kemur að keppnisskapi, sko. Og fylgjumst alveg með hérna hvernig maður að standa sig og svona. Við tökum þátt í keppnum og svona fjallahjólarakeppnum sem hafa verið haldnar hérna á Íslandi. Hvort ykkar vinnur oftar svona keppni? Ég alltaf undan henni. Sko, ég fæ oftar verðlaun, en hann kannski með betri tíma en ég. Þeir sem stunda mikla útivist eiga það til að safna alls konar dóti og græjum. Hjólasporti fylgir til dæmis ýmislegt og það getur líka verið varasamt að tengjast hjólunum sínum ofurmiklum tilfinningaböndum. Elín og Tómas eiga til dæmis mjög erfitt með að losa sig við gömlu hjólin sín. Síðustu talningu þá 18 hjól út í skúr allavega. En einhver orðin úrhald. Ég og 4. Svo nota mest, já. Og þú 3. Já, það ekkert nóg að eiga bara svona 1 hjól. Það er fyrir hvert tækifæri eiginlega, sko. Já. Það hefur verið svolítið í götuhjólum líka. Og svo vinnar. Þá fatbike. Já, þá hjóla hann og vinnur hans kannski hvað meira en... Hvað er fatbike? Heyrði ég þetta rétt? Já, fatbike. Já. Breið fákur. Já, það er betra. Blöðru skjóti, það ýmislegt á þessu. Það eru hjól með mjög breiðum dekkjum, þannig að það er auðvelt að vera í snjó. Já, þá ertu ekkert á hausnum. Jú, við oft á hausnum, sko, líka. Já, ok. Þegar við höfum einhverja brekkur í einhverju rugli, sko, en hérna. Ólíver Dýri er yngstur á heimilinu, 6 ára, en hann lætur ungan aldur ekki stoppa sig, þvert á móti. Eins og með yngsta að fara í fjalli saman, hann náttúrulega bara elskar það. Og hann var farin að, fórum með 5 ára fyrst í fjallið. Og hann bara stórbætti tíma sinn í hverju ferð, sko, og leiðinni niður. Já, er ekkert svona erfitt fyrir foreldra hjarta að horfa á litla barnið sitt gjörsamlega þeytast niður? Ekki ennþá, en það kemur örugglega að því að hérna sko, mér finnst það alveg pínu erfitt að vera eftir honum því mér finnst að vera að fara aðeins svo hratt, sko. Og þegar hann fór fyrstu byltuna sína einmitt hérna rétt rúmlega 5 ára upp í Hlíðarfjalli, mér var ekkert alveg sama, sko. En hann stóð upp og hélt áfram bara. Heldur að sé allir sem eiga svona mikið að hjólum í bílsportinu sínum? Nei. Akkur heitir svona mikið að hjólum? Þetta amma afi mitt fullt af hjólum minnast. Já, ok, amma en afi kannski bara allir þessi hjól. Á afi en þetta hjól kannski? Nei. Þetta? Nei. Það sé þegar sé endanum. Já. Eru amma en afi líka svona óða hjóla eins og þig? Nei, ekkert mikið. Nei. Hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir að hjóla? 5.
Hefur þér bara alltaf þótt gaman að hjóla? 3 myndi ég. 3, já, ok. Þannig að þú ert rauninni búin að vera að hjóla hálfa ævina þína. Hvort er skemmtilegra að vera í skólanum að læra eða að hjóla? Hjóla. En mamma er nú kennari, viltu ekki segja að það sé skemmtilegra að læra? Læra. Ertu ekki hræddur við að stökkva? Nei. Af hverju ekki? Út af því. Ertu góður í því? Já. Já. En þú ert líka snjóbretti, sé ég. Já. Kanntu að gera einhver svona trikk á brettinu þínu? Já. Ok, svo hvað? 360. Kanntu að gera 360? Vá, á þess að þetta? Fáðu ykkur eitt sem franskar í fjallinu? Já. Eru þær góðar? Já. Ég er komin hérna hjá Skautahöll Akureyrar. Ég fæ að prófa í dag listhlaup á skautum. Ég er dauðhrædd, ég viðurkenni það. Ég viðurkenni ekki ofta þessi hrædd en ég vona bara að það verði ekki sjúkrabíll hérna á eftir. Við skulum bara biðja fyrir mér. Það eru örugglega svona 15 ár allavega. Nei, kannski 15 ár síðan að ég fór síðast á skauta. Þetta verður eitthvað, en svo sem alltaf dreymt að vera svona dífa í listskautum. Oh my god, þetta er alltaf... Ok, þarna hvað? Þetta er bara heilt fyrirtæki að koma sér í skautana, sko. Sko, mér skilst að það eigi að reyna að kenna mér allavega 1 stökk. Eitthvað hún segir að það sé rosa auðvelt. Ég er bara eiginlega sjaldan verið af stressu, sko. Við erum að tala um að það eru svona 15 ár síðan. Ég prófaði þetta síðast. Jæja, eins og sást þá er ég náttúrulega góð. Já, það var mjög flott sér. Kannski byrja smá með grunnskautunina, bara svona, af því að ég sá varst pínustíl. Þannig að ég vil þá kenna þeim bara svona þeir sem eru mjög óöruggir að skauta bara fyrst að prófa að labba svona á staðnum að þannig. Já. Svo ég vil þegar við byrjum að skauta þá svona reynum við að beygja hnén og ýta til hliðar. Svona, þetta er svona grunnskautunin, að ýta til hliðar. Svo er annað. Við kallum það pipakökur. Þannig að við setjum hælana saman og svo beygjum hnén og ýtum fótunum í sundur og látum svo tásirnar svona kyssast saman. Já, og sáum við tásirnar. Flott. Þarna, mjög flott. Muna að halda alltaf, spenna magann til að halda jafnvægi og hafa hendurnar líka út því að þær eru mjög góðar til að halda jafnvægi. Svo ætlum við að prófa aðeins erfiðara sem heitir pirouette. Og þannig að við setjum þá vinstri tanna í, beygjum hnén og ýtum svo smá í burtu, setjum fæturna saman og snúum okkur í hring. Ok. Nei, fyrst út. Já, þarna! Það hlaut að koma að því. Fóturinn fer smá saman og svo setjum fæturna saman eins og þau kannski er ekki að fara nógu langt út. Og svo setjum fæturna saman eins og í piparkökunum. Þarna! Flott! Þarna, þetta var mjög vel gert hjá þér. Heldur ég geti lært eitthvað meira? Já, ég get kert þér eina jafnvægisæfingu sem er mjög auðvelt. Já. Þannig að þú skautar bara áfram og svo setur þú bara fótinn upp. Ok. Setur hann svona uppið hnét. Þarna, flott hjá þér. Ég er að fara að klessa þér. Ok, af hverju beygi ég alltaf? Það er eitthvað bara að þetta eru lélegir skautar, slaðið skakt. Það er eitthvað aðeins skautum. Svo er eitt þar sem þegar maður er orðinn aðeins betri, það kallast krossar. Okay. Það fyrsta sem maður lærir þegar maður er að krossa er allt svona bara ýta og saman. Reyna alltaf að beygja fótinn niður sem er nær hringnum. Er þetta búið? Þannig að þetta er mjög vel gert. Takk. Ég held ég framtíðina fyrir mér. En þú að sýna mér eitthvað svona flott sem þú kannt. Ef þú ert kannski ekki nógu heit. Jú, ég get alveg gert eitthvað. Ekki slasa það? Nei. Nei, hætt. Þetta var alveg ágætt skránið, það ekki bara. Þetta var geggjað. Hvað heitir þetta? Það heitir tvöfalt flip.
þessi íþrótt tekur alveg tíma til að vera góður, sérstaklega þegar maður býr í Íslandi, af því að það eru mun færri æfingar heldur en hjá þeim sem í útlöndum. Og þannig að við á Íslandi erum ekki kannski jafn góðar og þær sem búa í útlöndum, en við erum að ná á þeirra stig. Hvað er skemmtilegast að æfa listhlaup á skautum? Að ná árangri. Af því að þegar maður sér að það sé framfar hjá manni, þá líður manni svo vel. Af því að kannski er maður búinn að vera stopp í smá stund á einhvern stað og svo bara fer maður upp og það er mögulega bara besta tilfinning í heimi. Hvað á ég að gera? Þetta kallast valshopp og það er hægt að gera það mjög lítið. Já. Þannig að setur fætina svona í T-stöðu. Já. Og svo ýtir áfram og setur fótinn upp og bara hoppar á hinn fótinn. Ít mér þangað Já, bara áfram. Kjarnámi. Já. Okay. Þarna, flott! Þarna, flott! Andlega hliðin getur verið mjög erfið í þessari íþrótt. Þannig ef andlega hliðin fer svona að trufla mann, þá getur þetta verið mjög erfitt. En ef maður er bara með jákvæðar hugsanir og bara open-minded og prófa nýja hluti, þá er þetta bara miklu auðveldara. Elín Auður Ólafsdóttir kemur upphaflega úr Eyjafjarðarsveit. Hún er þessi típa sem er til í að prófa allt sem tengist útiveru og íþróttum. Í dag er hún helst að hjóla út holt og hæðir og spreyta sig á gönguskíðum. Ég hef pröfað alls konar og þegar í sveitinni þá var ég í fótbolta með samherja og svo fór maður svona einstaka frjáls íþróttaæfingu þegar maður hafði tíma, en annars var maður mestmegnis bara hjólandi sveitina og hestbaki og svona. Og svo fékk ég að pröfa snjóbretti á bróðum mínum þegar ég var, ég veit ekki, 11-12 ára. Það var reynda bara í stígvélum því að hann náttúrulega notaði skónum í 45. En nú eignaðist svo fyrsta snjóbretti mitt eftir fermingu, þá keypti ég mér fyrir fermingapenningana. Það var svo ekki fyrir en aftur 20, þá einmitt gaf Tómas mér hjól í afmælisgjöf og þá byrjaði svona aftur að hjóla. Þegar ég fór í fyrsta skipti í hjólabrautin sem inn í Kjarnaskógi sem kallað Spaðinn, að þá einhvern veginn kviknaði svona áhuginn aftur og svona upp úr 2015 þá eignaðist ég fyrsta svona fulldempaða hjólið mitt sem er dempara framan og aftan. Og þá var bara ekki aftur snúið. Nei, hvað er svona skemmtilegt við þetta? Bara allt eiginlega. Bara manni líður svo vel, bara meðan maður er að hjóla. Vellíðuna tilfinning sem bara kemur líkamann. Maður er að gera alls konar sem manni hefði ekki dott í huga maður myndi nokkuð tímann gera. Sigrast á einhver sem maður hefur ekki þorað áður og alltaf að reyna að bæta sig. Þó að það sé skemmtilegt að hjóla einn, þá er ennþá betra að hjóla í góðra vina hópi. Elín er einmitt partur af hressum hóp kvenna sem eru grjótharðar. Já, við köllum okkur Kvendurú og við erum bara svona hópur af konum hérna á Akureyri sem hittumst alltaf á þriðjudögum yfir sumartíman og hjólum saman, á fjallahjólum. Hvernig er félagskapurinn í kringum þetta? Hann er bara frábær. Það er maður er búinn að kynnast ótrúlega mörgum. Það hefur ekki mikið þurft að pína krakkana til að hreyfa sig og stunda útivist. Þau eru yfirleitt til í að prófa hvað sem er. Þau hafa alltaf verið mjög virk og við erum til í að prófa ýmislegt. En eru svo núna að kveikja á því hvað er rosalega gaman að hjóla með okkur. Við erum alveg skemmtileg, þótt við séum hundgömul því að þeim finnst En þau hafa alltaf verið vel virk þegar kemur að hreyfingu. Já, dóttir þín var nú alveg viðurkenna að væri gaman að eiga foreldra sem væri svona virk. Já, hann kannski vill síður viðurkenna þeim aldrei, Finnst ekki neitt sérstaklega töff. Júlíetta Iðunn er á 14. aldursári og mikil stórasystir. Hún passar vel upp á litlu bræður sína og fylgist með að þeir bulli ekki tóma steypu. Það er greinilegt að hún er frekar mikill töffari enda alls kostar óhrædd á snjóbrettaæfingum. Ég prófaði bara einhvern tímann bretti hjá vinkonum minni og svo hef ég bara alltaf fundist það gaman og svo prófaði ég að æfa og hef alltaf æft síðan þá. Já. Hvernig eru snjóbrettaæfingar? Hvað gerir þið á æfingu? Annarkvort þá eru að leika okkur hjá þar sem stökkpallar eru og svona box og reil og eitthvað.
Eða þá erum við annarkvort að leika okkur upp í strítar, leika okkur eða púður í snjór og eitthvað svona mikill snjór, þá leika okkur upp þar. Hefurðu prófað einhverjar aðrar íþróttir? Já, ég prófaði fimleika og var því bara byrja fyrst í fimleikum. Svo var ég í hockey í einhver tíman og svo var það fótbolti og svo bretti og ég bara hætti öllu öðru. Þú bara strax orðið ástfangin af brettinu? Já, það er mjög gaman. Nálæðin við fjallið er eitthvað sem einfaldar töluvert að æfa snjóbretti. Til þess að við kepptum eins og Bláfjöllum að þá þurftum að vakna klukkan 7 og vorum að keyra gett lengi upp í Bláfjöll, frá hótelinu okkar. Þannig að það er mjög þægilegt, þetta er kannski 10 mínútur mestilega að keyra. Þannig að þetta er mjög þægilegt. En er ekkert kalt, að vera að æfa alltaf upp í fjalli? Maður er bara oft að spyrja hversu kalt verður, maður þarf svona að bara læra hvernig það þarf að klæða sig. Þannig að mér verður mjög sjaldan kalt. Hvað gerirðu þá á sumrin? Er það eitthvað hægt að æfa sig eitthvað? Við fáum fimleikahúsið september, október, nóvember eitthvað cirka og erum æfingar þar á sunnudum á trampolíninu og hoppa út í grifju og eitthvað svoleiðis. Sundlaug Akureyrar liggur við í kallfæri frá húsi fjölskyldunar og þau nýta sér það óspart að vippa sér í laugina. Hlýtur að hlaupa bara í sund þegar þið sýnist? Já, en þá styttir maður að labba gegnum garðina og bara eftir mínútu og svo komin. Getur við sund hvernig sem er. Það er mjög þægilegt. En er samt ekki svolítið skemmtilegt að eiga foreldra sem eru svona duglegir líka að stunda íþróttir? Þau fara mjög oft eitthvað út. Mamma er oft á æfingum, mjög oft. Á sama tíma við þannig að... Hefurðu farið í fótbolta við pabba þinn? Já, fórum mjög oft út í garðin og fekk einhvern tíma mark í afmælisgjöf. Er pabbi þinn góður í fótbolta? Já, alveg svona. Örugglega ekki geðveikur, en örugglega góður. Já, svona. Ég veit ekki, milli. Góður og alltaf leið. Svona þokkalegur? Já. Tómas Björn Hauksson er fjölskyldufaðirinn á Lögbergsgötu. Hann hefur lengst af búið á Akureyri fyrir utan nokkur ár í Reykjavík. Íþróttaáhuginn hans hófst þegar hann ákvað ungur að gerast fótboltamaður. Fór heim og sagði mömmu að ég væri bara búinn að skrá mig á æfingar. Mætti bara á æfingu, þannig að byrjaði neitt sko. Og en svo fluttuðu suður aftur og hafði ég 2 sumur hjá Fylki í fótbolta og handbolta yfir veturinn. En svo fluttuðu aftur norður. Hvað varstu gamall þá? Þá er ég 11 ára. Og þá bara hætti ég þessu. Og ég spurði svo mömmu einhverjum mánuðum seinna af hverju ég hefði hætt að æfa. Og þá sagði hann að ég hefði ekki þolað þetta keppnisdæmi. Þessi brjáluðu foreldrar á hliðarlínunni og eitthvað svoleiðis fór eitthvað í mig. Og foreldrar þínir þannig líka? Nei, það var sérstaklega einn pabbinn í kringu Fylki sem var svolítið sérstakur sko. Þetta var eitthvað sem að litla hjarta mitt þoldi ekki sko. Nei. En ég lék mig mikið bara í íþróttum og bara leik eftir það, bæði fótbolta og körfubolta og hjóli var náttúrulega númer 1, 2 og 3. Já, alveg frá því þú varst ungur? Já, frá því ég reyndar þorði að hjóla. Sko. Ég leiddi hjólið mitt til 6 ára aldurs. Hafðir það bara svona með? Já, þangað til ég þorði að setja stað og hjóla almennilega. Já. Þannig en síðan var ekkert farið að því sko. Nei, einmitt. Mamma eftir ferðum bara, maður var yngri upp á ruslahauga og svo náttúrulega var maður mikið að þælast inn í Kjarnaskógi. Og fyrir sunnan þegar ég bjó í Árbænum þá var maður í Elliðaárdalnum. Það voru alls konar skemmtilega leiðir og drullubrautir og hitt og þetta, nóg pláss. Hvernig er svona félagsskapurinn í kringum hjólin hérna á Akureyri? Eru margir í þessu? Það eru bara örugglega þó nokkuð margir en þetta eru svona grúppur hér og þar. Ég er til dæmis í einni grúpu þar sem við hjólum saman allan veturinn. Hittumst einu sinni í viku og förum á fettbækum og þælumstum í snjónum á Fálkafjall eða Súlumýrar, Hlíðarfjall, hvar sem er og þegar það er ekstra mikill snjór þá tökum við oft svona innanbæðatúra, svona rugltúra þar sem við erum bara dettandi á hausinn í einhvern púðursnjó sko. Það reyna að fara eitthvað sem er eiginlega óhjólanlegt sko. Já, þannig að þú ert þá kannski einn af þeim akureyringum sem er feginn þegar það byrjar að kyngja niður snjó. Já, og líka þegar hann fer sko, þá tekur hinn hlutinn bara við inn í Kjarnaskógi og í fjallinu sko. Alltaf gaman. Það er alltaf gaman.
Jæja, þá það áskorun dagsins. Rafíþróttadeild Þórs staðsett hérna undir stúkunni í Hamri hjá Þórsheimilinu. Og ég ætla að hitta Sævar og Garðar. Þeir eru hérna í rafíþróttadeildinni og ég ætla að fá að keppa í einhverjum tölvuleik sem ég veit ekki hvað heitir og ég hef aldrei prófað áður við hann Sævar og við ætlum líka aðeins að fá að fræðast það hvað eru rafíþróttir. Komið með. Þetta yfirleitt svona liðasport, 2 eða 5 saman liði og liðsheildin skiptir rosalega miklu máli. Ég líki svo oft við eins og skák, svona hugaleikfimi, en þú þarf að vera með rosalega góð samskipti við liðsfélagina, góða liðsímynd og þannig. Þannig að það svona helsta sem við vinnum að og svo náttúrulega bara keppa oft við aðra einstaklingar sem eru að fá og æfa sig. Í hverju ætlum við að keppa? Rocket League. Rocket League? Hvað það? Hvað snýst þetta? Þetta er bara fótbolti, bílafótbolti. Hvað erum við að spila upp í mörk? Erum við að spila á tíma? Þetta tími, 5 mínúta leikir. Og bara sá sem getur skorað fleiri mörk á þeim tíma? Já, það bara vinnur sem skora meira, það svona fólki. Ok, og ertu tilbúin? Ég tilbúin. Ég veit ekki hvað ég að gera. Jú, heyrðu, þannig gerist eitthvað. Á ég nota þetta alltaf að keyra áfram? Já. Hann var ekkert að segja mig það, sko. Ég sagði þér á það. Ok. Heyrðu. Sorry. Nei. Þarna, nú ég með þetta, sko. Nei. Jú. Oh my god, ég skoraði! Vá, ég vissi ekki að þetta væri hægt. Ok. Vá, þið lítur alveg í saman. Ok, þetta við. Nei, heyrðu. Heyrðu góði. Sorry. Nei. Nú fer þetta. Ég skil ekki alveg þetta með að fljúga. Hvers konar bíll flýgur? Ítti bara á, sé? Já. Það svo að byrja. Ítta. Ok. Svo það haldi inn í bústinni. Þetta er svo stressandi íþrótt. Þetta miklu verra en fótbolti. Skoraði ég? Já. Nei, heyrðu. Nei! Og þú veist... Þetta ekki eins og spennandi, sko. Ég veit ekki hvort að, já, ég held að ég geti einhvern tímann orðið góð í þessu, eða? Er það ekki? Nei. Gaf að banna þetta? Þú veit ekki. Já, ok, þetta endaði ekki vel fyrir mig. Þetta spreng og ég tapaði. Verð að viðurkenna það, ég tapaði. Ég kann ekki neitt rosalega vel á tölvur. Ég myndi kannski vinna í Tetris. Já, ég nefndi aldrei að spila hana. Það voru góðum síðan það spila. Já, það er ekki að sprengja neitt þar. Heyrðu, ok, en takk fyrir leikinn. Takk fyrir. Þetta var drengilegt, nema í lokin. Jesper Tói 9 ára og hann alveg að verða seinn á sundæfingu þegar við mætum á svæðið. En hann hefur samt tíma til að spjalla svolítið sundið, hjólaferðir með fjölskyldunni og margt fleira. Hvað uppáhaldsíþróttirnar þínar? Sund og líka fimleikar. Hvað svona gaman með sund? Synda, já. Og líka á endanum að fara í frjálst. Hvað gerir maður þegar maður í frjálsum tíma í sundi? Hvað fáið þið þá að gera? Leika okkur á fullt af dóti. Fara í rennibrautirnar, leika okkur leikum og dót. Ok. Hvað ætti að fara að gera á sundæfingu í dag? Ég veit það einhver svona sjóræningjadagur í dag. Ok, og hvað gerir maður á svona sjóræningjadegi? Það eru fullt af peningum svona í vatninu. Maður þarf að reyna að ná eins mörgum að getur og svo kemur stöðu sjóræningjana ítriðin niður. Onni í vatnið. Og þá þarf maður að tína það aftur upp. Kannski verður ítt aftur niður, en maður getur passið á með hendurnar. Okay. Og það gerir ég síðast. Er það skemmtilegt? Já. Maður sér hvað ég gerði stundum í sundi hjá mér. Já, mátta. Við vorum í innlauginni niðri, bara í Akureyri sundlauginni. Já. Og það var út allir mínir fiskar. Ég var síðastur. Og ég syndi alla leið yfir. Rétt svona í uppanda, fer niður og næ til endan. Og það gerist aftur. Vá, gastu kafa bara alla leiðina eiginlega?
Ekki alveg, ég andaði einu sinni. En ég get náði alla leið yfir án þess að anda. Sama í stóru lauginni, löngu. Í alvörunni? 2 sinnum, ég náði því. Vá, vel gert. Já, ég hef farið upp í fjall að hjóla og ég meiddi mig stundum. Já, veitu, hvernig það þegar að fara upp í fjall að hjóla? Við keyrum bílinn upp í fjall, þetta gerði svona í sumar eða vor. Og þegar við erum upp í fjalli og svo setjumst við í lyfturnar og förum upp í bara svona hálfan part upp á fjallið og hjólum niður svona litlar brautir. Já. Er það rauninu bara eins og að fara upp í fjall þegar það er snjór nema bara það er engin snjór? Já, en að ég segja hvað mér finnst skemmtilegast á því. Já. Að við í lyftinu að fara upp. Af hverju er það skemmtilegt? Að tala saman. Og líka þegar ég var einu sinni upp í lyftinu með mömmu þá stilti hún í símanum lög. Já, voru það að hlusta á tónlist í símanum? Já. Það þarf ofta að kæla sig niður eftir sveittar hjólaferðir í fjallið og þá er komið að því sem Tóa finnst alveg vera punkturinn yfir i-ið. En að segja hvað við gerum og ekki alltaf þegar við erum búin í því. Fara niður og fá okkur ís. Fáðu okkur ís þá í skíðahótelinu eða farið niður í bæ? Nei, ég er að meina að fara niður í bæ og fá okkur ís. Út af því það er oft heitt þarna uppi. Já, það er rétt. Hver er bestur á fjallahjóli í fjölskyldunni? Pabbi. Mamma. Bæði. Er ekkert vandamál að keyra svona út allt land með fullt af hjólum? Nei. Og svo nokkrar hjólafestingar á bílinn og... og einu á tjaldvagninn, þannig að öll hjólinn komst fyrir. Já, þeir á tjaldvagninn bætt sig og 2 þar og 3 á tóttum á bílum. En svo bættust aðeins við fleiri hjól þegar það yngsti var komin á stærra heldur en jafnvægishjól. Og þá þurftum maður að reyna að finna út úr því með tjaldvagnin líka, þannig að það var sett kúla á tjaldvagnin til að koma 2 hjólum fyrir á hann líka, sko. Þannig að 3 á toppnum og 2 á tjaldvagninum. Já, þannig að þið megið eiginlega ekkert við að búa til fleiri börn heldur. Það er kannski hægt að bæta við, nei, ég veit ekki. Það þarf að bæta við hjólum líka? Já. Já. Finnst þér það skemmtilegt þegar þið farið öll saman? Já. Það var alveg skemmtilegt. Finnst þú ekki nógu samfærandi með hjólinn? Er þetta gaman að hjóla með okkur fjölskyldunni? Kannski finnst mér það ekki rosalega gaman, mér finnst það samt gaman. Ef þú getur kannski svarað aðeins svona meira, já, ég elska að fara út að hjóla með fjölskyldunni. Okay. Eins og mamma einu var að tala með. Nei, ég er strétt.